Jæja, gott kvöld, góðir áhorfendur og veriði hjartanlega velkomin til Þýskalands á Nürburgring keppnisbrautina. Við erum að fylgjast með umferð 7 í fyrstu deild, næst síðasta umferðin á þessu vetrartímabili og þetta er Grand Prix layout á brautinni sem við ætlum að fylgjast með. Ingi ég og hjá mér eins og vanlega er hann Binni, blessaði minn. Velkomin. Heil og sæl, öll sömul, takk fyrir mig, gaman að vera hérna með þér í kvöld. Já, algjörlega, þetta er heldur betur að verða spennandi í fyrstu deild, lítill munur í stigabaráttum og næst síðasta umferðin, þannig að nú er að duga að drepast. Það er, mér finnst spennan farið á magnandi, við erum búin að tala um það í vetur að það er búin að vera mikil óvissa á og eina skemmtilegustu deildunum af fjórum hefur verið þessi. Það er búin að vera að ég fór rétt laufleifir að fyrstu 4 keppnir og 4 mismunandi sigurvegarar. Það síðustu svona 3, 4., 5. og 7. keppni hefur Viktor Örn Viktorsson hefur verið að taka pódium og það er svo komið að nú munar bara 1 stigi á Herra Jóð og Viktori. Já, það er alls ekki mikill munur, 1 stig. Viktor er náttúrulega búinn að vera á rosalegu rönni núna síðustu misseri, búinn að sigra 3 keppnir í röð og keppni þar á undan þá var hann í öðru sæti, þannig að mjög gott rönn hjá honum og gæti verið svolítið erfitt að stoppa hann, en ég vissum að Jón Þór er nú ekki búinn að gefa þetta upp á bátinn. Heldur betur ekki, þessi náttúrulega ljóst held ég að Viktor og herra Mr. J, Jón Þór, eru báður leiðinu upp í úrvalsdeildina en það er alltaf mikil heiður að ná gullinu. Allan daginn, það er það sem menn keyra fyrir, það er gullið. Og það verður, Sjáum hérna, Jón Þór er komið með hraðasta tíma í æfingum, 1:56.7, það er alveg, ég segja að það væri bara nokkuð góður tími. Það er hraðasta sem við séð á þessari umferð, bæði í opnu og annari. Algjörlega, sko. Þeir eru, þetta er, sko, þó að séu báðir búin að tekja sig upp, myndi ég nokkuð safely segja, tölfræðilega séð á Davíð Örn Adams, séns að taka fyrst sæti, en mér finnst það stoltið langsótt, fullu virðingu fyrir honum. Kannski kemur hann ógnarsterkur í kvöld, en þarna er ég á voru hörkubaráttu fyrsta sæti í kvöld. Þarna er mikið í húfi, gullið er gull, þetta er Íslandsmeistaratitil fyrstu deildar sem er í húfi í næstu 2 keppnum. Ekki spurning. Og kemur ekkert óvart að þeir 2 eru þarna 2 hröðustu menn á æfingu. Já, og sko, það lítur út fyrir að Jón Þór sé búinn að æfa vel því að hann er alveg hálfri sekúndu eins og staðin er núna. Við erum bara að horfa á æfingu, hann er kannski ekki alveg að marka en þetta lítur heldur vel út núna. Þetta er frábær tími sem hann er með og hálf sekúnda á næsta mann. Það sýnir að hann er mættur einbeittur til leiks. Heldur betur, ég held að með þeir voru háar 57 í gær. Já, þetta er töluvert hraðari heldur en við vorum að horfa í gær og Svo spyrir hvort að Viktor sé að spila póker. Hann náttúrulega sonur Evu og það er reis sko gritt sem telur ansi mikið í keppnum. Já, þetta er allt spurning. Herru, svo langar við aðeins að ég maður stela þér orðinu. Já, algjörlega. Við langar aðeins að bera teglið því að vanta 2 leikmenn í kvöld. Brynjar Þór Pétursson er forfallaður og Jón Brynjar og þeir eru í 13. og 11. sæti og það gefur Landon Norris, ég sé alltaf Landon Norris, Nando, hún Carlosi, gott tækifæri að hífa sig upp úr fallsæti. Hann er basically með free pass
bara gefið stig og því að hann 2 stigum á eftir Brynjari Þór. Já. Hann nú að séðast að rífa sig upp og setja þá pressu á Brynjar Þór fyrir lokakeppnina að gera eitthvað gott dæmi, sko. Hann að fá hana bara frístig í kladdan og enda nýti það sem allra best í kvöld. Svona, því hann nú mættur á svæði. Já, þetta er gott fyrir fallbaráttunni hjá honum, ekki spurning. Það er líka mjög mjótt á munum, sko, bara hérna miðjusætin, sko, þú veist. Ef við tölum til dæmis Hilmar sem í 5. sæti, næsta stig fyrir neðan hann, það er reyndar 10 stig fyrir neðan, en síðan kemur semst Jónægir í 7. 2 stigum fyrir aftan hann það Hilli, síðan með 50 stig Steini Sveins, þannig að sko þetta er allt sæti sem getur verið að sussast. Og líka til dæmis Sindri sem 2 stigum, eða sem sagt, það kom ekki sjá, hann reyndar 8 stigum fyrir ofan Brynjar, en það er 10 stiga munur á milli hans og Landó. Þetta er svo erfitt nafn. Já, þú sagði líka Landó. Ég veit það. Við erum allir með höfuð að Formule 1. Akkurat. En það sem ég að meina er basically að það er ekki það mikill munur þótt að séu nokkuð stig á milli manna. Ef það átt góða keppni núna í síðustu 2 keppnum, þá áttu möguleika að hífa þau upp. Já. Allan daginn. Þetta er náttúrulega það þess við köllum á góður íslensku miðjumóð. Já. Þetta er svona miðjubaráttan. Það ég held að sem menni enga sjans að rífa sem í 3. sæti, sem er náttúrulega automatic uppfærsla í Eurostilt. Það er myndi ég bara segja, Ólafur Nói, það er maður sem þú horfa á. Ef hann sko getur alveg gert gott mót, hann er búinn á 2 sessunum 3. sæti, 1 sinni 2. sæti. Ef hann á gott kvöld í kvöld og þá helst náttúrulega fyrir hann að Davíð Örn Adams eigi lélega keppni og skriki fótur, þá er einhver smá séns fyrir loka keppni að vera einhverjar sviftingar. Já, algjörlega. En það styttir í tímatökur hjá okkur. Við byrjum tímatökur á slaginu 9:30 eftir 7 mínútur. Það vantar samt því mér, leitt að segja, það vantar ennþá ómikið að leikmennum. Það er 2 afboðið formulega. Já. Og það vantar 9 skráðir á braut. Vonum bara að þetta inn hérna á síðustu sekundunum. Já. Það er ekki spurningum að nota líka tækifæri hérna og rétt snöggvast að renna yfir sponsana. Það er Arctic Iceland, Gullfiskur, Lavasjó, Kraftey, Kraftilar, Game TV, Auto Center, Classic Detail, GC Akademian, Kaldi og Verkfærasalan. Við þakkum þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn á deildurum hjá okkur. En hvað segirðu? Svo erum við náttúrulega með liðakeppni líka. Já, ég var reyndar ekki bara að kíkja mikið á hana. Það eru náttúrulega 2 lið sem eru dóminerandi og það kemur ekki alveg til greina en að þau verði í 1. og 2. sæti. Þau eru með mikla stig að forystu. Það er Kaldi Racing Team sem leiðir með 177 stig sem eru Davíð Örn Adams og Ólafur Nói. BSIC Racing er í 2. sæti, aðeins 3 stigum fyrir aftan á með 147 stig sem eru Hilmar Már og Jón Þór. Þannig að þetta er hörkubarátta sem að ræðst sennilega ekki finnur í síðustu keppninni, þannig að það er nóg af baráttum til að fylgjast með framdann. Herri, ég hef búin að rúla yfir það vantar raunveru alla botbaráttuna. Það vantar Jón Brynjar, það vantar Nando, vantar Brynjar Péturs og vantar Toppa Topsson. Já. Nei, Toppi Topsson er hann að. Nei, hann er á braut. Jú, hann er á braut. Hann er bara í pitt núna. Já, Viktor, herri, það er Adams sem mættur. Já, hann þarf að rúla yfir þetta, Ólafur Nói, og hann er ekki hérna. Hann vantar Ólafur. Það er einhver að mæta í lobby akkúrat núna í þessu töluðu sekúndum. Það er Ólafur, vertu velkominn. Já. Það er mjótt á stigum, þá geta menn ekki látt þessi vantæðin innan umferðis, það er bara þannig. Já, 5 mínútur í reisa, ég vonandi að fleiri dett inn. Nú eru
flestir búnir með frípassa sinn á keppni sem gildir ekki, þú veist, og fyrir utan fyrir utan Oliver og Jón Þór og Viktor, að þá eru flest allir í öðrum sætum búnir að vera með einhverja keppni sem þeir mættu ekki í. Þannig að eða mjög lág stig skoruð, þannig að það má segja að séu flest allir búin að nýta frípassa sinn. Og ég var að rúlla yfir þetta, það eini sem ekki mættur, sem segist, við vitum að mun ekki mæta, er Nando Loris Carlos. Lýsum eftir Carlosi, vona að mæti, hann að fá frístig ef hann mætir. Frístig í baráttunni við Brynjar, basically. Já. En hann þarf að hafa fyrir hverju stíði sem hann fær, klálega. Já, hann fær þá allan að 3 stig, eða ekki ef ég man rétt. Þannig að 3-4 stig, þá kemst allan upp fyrir hann Brynjar, sem búinn að forfalla sig í kvöld. Já. Þannig að við hvetjum við að kíkja á Carlos Gottabraut, þú ert eitthvað tvístegandi. Vonandi hann bara hlaupandi í tölvuna og startar núna og kemur áður en bjallan dinglar eftir 4 mínútur. Það er spurningum að fara styttist ég gefi keppendum hérna 3 mínútna aðvörun í tímatökur sem að gerist bara akkurat núna. Já, og svo er þessi eilíðar spurning, við vorum að ræða þetta hérna fyrir keppni, ég og Ingi, ég var að segja hvað horfa ég var hérna að leita, ég skal bara segja, ég ætla ekki að segja þetta, ég var að leita hérna hlutina sem datt á gólfi. Það er hérna, hvað er alltaf þessi strategi að þetta er búin að vera svona sama spurningin í alla vetur, allt haust, er það hard medium, A-stop eða hard medium og þetta er nokkuð dekkjavæn braut, það er lítið leiðing á dekkjunum, þannig en það gerir það ekki, breytir því samt ekki, það gæti verið fínt að taka þá stutt, hard stint, 3, 4, 5 hringir og taka 2 medium stint eða langt hard stint, medium stint. Þetta á allt eftir að koma í ljós. Það er spurning, sko, jafnvel hugsanlega hægt að taka hard medium með einu stoppi. Ég fór ekki að fara með það, en ég ætla að prófa að keyra brautina og ég náði alveg að keyra 14-15 hringi á mediumdekkjunum. Það var fann að vera svolítið einn, en það er alveg possible að ná þessum hringjum. Þetta á kannski verið síðustu nokkra hringina, fann að keyra svona eins og á sæmilegum hardtímum, en þá gæti það hugsanlega að borga sig. Ég bara veit það ekki. Þetta er alltaf þegar við erum búin að horfa á... Það gæti verið 16 hard, 14 medium, með hvað þú ert að segja. Já, kannski æskilega já, 17, 18 og rest medium, ég veit það ekki, en það fer eftir hvað menn eru góðir að kvista dekkin og hvernig bílar fara með dekkin. Og bensinni, ekki að glemma því. Já, vissulega. Ég held að þú ættir að geta náð one-stoppi bensinlega séð, sérstaklega að þú gerir smá fuel saving, en þetta er alltaf opið. Þetta er alltaf sama erfiða spurningin fyrir okkur hérna í fyrstu deild, eftir að hafa hort á 2 keppnir sem er hálftíma keppnir. Það er svona nokkuð fyrirliggjandi dekkjamálin í þeim keppnum, en við erum alltaf að renna hérna blind í þetta í fyrstu keppninni sem er klukkutími. Við höfum betri svör hugsanlega á morgun, en fyrir kvöldi þá á þetta bara allt eftir að koma í ljós. Þetta er bara breyta sem gerir þetta extra skemmtilegt að mínum mati, bara allan daginn. Og þetta er bara kalla eftir í mörg ár. Það hefur komið tímabil þar sem það var borðliggjandi hvað átt að gera. Það tók alla strategíuspennu út úr myndinni, þannig að ég fagna þessu allan daginn. Algjörlega, þetta verður spennandi, en við erum bara... Ég vildi að vera, herðu, ég er meitt. Já. Þetta er svo gott á dekkin, akkur er ekki bara hard medium soft? Það væri hugsanlega hægt, algjörlega. Ég hef nú samt ekki verið sá sannspáasti þegar kemur að því að spá í dekk, þannig að... Nei, það er ekki heldur. Við erum búin að éta sokk okkar mörgum sinnum. Ég er orðinn vanur þessu ullasokkabræði, sko, þannig að þetta er allt í þessu fína. Nákvæmlega. En ég er búin að starta tímatökur, þetta er að gerast, þannig að nú byrjar alvaran. Já.
Já. Nú, það má kannski geta þess fyrir það vita það flesti sem eru að horfa en hugsanlega einhverjir sem eru ferskir á skjánum en Nürburgring Grand Prix brautin sem við erum að keyra núna liggur við hliðina á norðurslaufinni eða Nordschleifer og hérna það er mjög langt sem hefur keyrt þessa braut eins og hún er núna í kvöld sem bara kappaksstursbraut hringurinn eins og Grand Prix hringurinn er en við hefum samt oftar verið að keyra part af þessari braut sem að tengist síðan norðurslaufinni og hérna en þannig að það er pínu gaman að koma aftur tilbaka á þessa braut hún er meiri myndi ég segja MR bílabraut þar að segja fyrir bíla með vélina aftur í það eru marga trikki beygjur og quick handling er eitthvað sem að skila góðum árangri hérna en það er nú ekkert rosalega margir kannski á MR bílum en það eru þó nokkurir í flokknum þannig að það verður gaman þetta miksast upp en auðvitað skiptir náttúrulega alltaf mest tímanum sem að ökumenn eyða í æfingar undir stýri nummer 1, 2 og 3 ég er að fylgjast aðeins með hérna spjallstreaminu það er komin að hérna spár kvöldsins það er skemmtilegt Joggi, veist hvað Joggi er? 90? Það er Jökull Jökull Íslandsmeistarinn Joggi, ég kalla hann Joggi 90 Glacier Boy hann spáir Hilmari í fyrsta sæti Jón Þór öðru og Viktor þriðja hann er ekki trú á Viktori og svo er Ívar Eyþórs hann spáir Jón Þóri Davíð Viktor og Jóhann Ingi segir Jón Þór tekur þetta á 40-afmælinu en nú ef Jón Þór á afmæli ef þetta satt reynist þá skoða sjálfsög Jón Þóri innilega til hamingju með daginn til hamingju með daginn og segir Jón Þór Hilmar og Daddy Adams Daddy Adams já. Svo erum við Jón Oddur Hilmar Jón Þór Viktor Jóhannes Egilsson birthday boy Jón Þór Himmi öðru Davíð Adams þriðja það er enginn sem er að spá Viktori velfarnaði í kvöld þetta er áhugavert það er svona, fólk veit alltaf hver underdoginn, hann er búin að vera sterk það er Hilmar og Jón Þór hérna Jón Þór Davíð Adams Hilmar Jón Þór það er enginn að koma þetta Jón Oddfríðarsson bestu bæðir afsakaður þetta er svo lítið letur hérna þegar maður er að horfa á chatið sko að maður hérna er að fyrirgefa það nefnir ekki nógu skýr fyrir svona meðaldra menn eins og okkur hann er bara komin í nafn það er bara Jón Oddur og Jón Bjarni en við erum að horfa hérna á Viktor sem er á fyrstur á braut og mun setja fyrsta tíman og hann er að fara í gegnum Schumacher-essið akkurat núna það var þannig að það var kvart í tjattinu ég var að kalla með villus nafni svo að við förum við það af hvað við vorum að lægja hérna ég kallaði Jón Ott Friðarsson Jón Ott, mér finnst það bara flott já, það var verið lítur gerst í beinni heldur en að falla ráð með nafn þetta er flott í bili nú er fyrsti heiti hringurinn að fara að byrja hjá Viktor já, það verður gaman að sjá hvað hann gerir hann er hérna í síðustu beginni kemur hann á beinakaflan sjáum hvaða tímasettur verður hann í 56 eða 57 eitthvað 57-1 Ingi, ég er búinn að renna ykkur listan það er enginn að taka Hannes á þetta nei það er enginn á hard í kvóli gerði hann það í gær? já það útskýrir það var ekki framar en Jón Þór er strax búinn að setja hraðastann hring 1.56.8 tæpum 3 hlutum á undan Viktor og Oliver var að hoppa upp í 3. sætið hann er samt alveg 0.9 fyrir aftan Viktor og Toppi var núna að hoppa upp í 3. sætið já Þetta er rosaleg tímar, strákar. Þetta er rosaleg tímar.
Ég man ekki eftir að hafa sett 56 nokkuð tíman. Já, þetta lítur vel út, það verður að segjast. Ég held að Jón Þór hljóti að hafa æft grimm fyrir þessi keppni. Hann lítur að, þú veist, eftir að Viktor búinn að taka 3 í röð, þá lítur að vera komið svona smá rocky moment, svona montage. Hann rauður 0-3 á fyrsta sektor, hann ekki að vera að bæta sig að þessu ring. Kíla í nokkra skrokka og út að hlaupa í joggingbuxum og beint í simminn, æfa nokkra tíma á dag. Það bara hlýtur að vera, ég vil trúa þig. Viktor ekki að bæta sig rauður 0,3. Sektor 2. Sjáum hvað er að gerast á honum. Já, Steini Sveins sem hafa 1,5 sagt, það er nú ekkert að hjálpa. Nei. Jón Þór er að koma hérna í síðustu beina. Hann er ekki að bæta sig. Nei. Jónæði bæti sig og hoppar 1 sæti upp í 7. Bæti sig 0,3, 0,4 cirka á milli. Sindri bæti sig en ekki neitt sem telur. Hilmar sem situr eins og staðan er núna í 3. sæti, 2, sáum Viktor hann að missa bílinn aðeins. Þetta nú ekki eftir að hjálpa tímanum. Eins og ég segi, Hilmar hann er rétt 2 tíundur fyrir aftan Viktor, þannig að við erum að tala hálfa sekúndus cirka bát frá 1. sæti í 3. sætið. Davíð Adams hoppar upp í 3. Já, vel gert. Vel gert hjá Davíð. Sjáum hérna. Ég er að fylgja með tímuna af Viktori. Viktor er rauður 0,2 tæpir. Ólíklegur að slá. Hilmar var að taka pól. Já! Vá, þetta er geggjað maður. Þetta er geggjað. Vel gert 1.56, 7.11. Frábær tími hjá honum. Liðsfélagar. Já. Og það er eins og ég segi, það er ekki bara toppbaráttan í keppni ökumanna, það er mjög mjótt á munum í baráttunni hjá Basic Racing og Kaldi Racing Team og Basic Racing sem eru Hilmar sem við erum að horfa núna á Jón Þór. Þau eru 3 stigum fyrir aftan. Viktor er komið í ráslínuna, núna nummer 3 og 1-3. Já, þetta er líklega von. Og Hilmar á fjólubláum. Þannig að já, ef þeir 2 eru ofalega þá gæti liðakeppnin svissast í kvöld. Og Jón Þór var að bæta sig en ekki nóg. Jónæði er sig líka, ég held hann ekki aðgangsæti heldur. Nú er Hilmar á 0,2 fjólblóm eftir 1. sektor. Við erum einmitt að fylgjast með honum hérna. Já, glæsilegt í gangi. Á færi yfir. Jón Þór klúrar hringnum sínum. Sýndist mér. Flottur akstur hjá Hilmari. Félagar eru greinilega, já, hann er ennþá, hann er búinn að tapa 1/10 en hann er samt 1/10 upp, hann er bara ekki lengur 2/10. Þannig að þetta lítur ennþá vel út hjá honum. Nú er bara að klára sennilega erfiðustu beygina á brautinni. Já, Jón Þór fór út af, hann á næran hugsanlega ekki öðru hring. Það kemur ljós, hvað hann á öðrum heitur hring, þetta gæti síðustu hringur af Jón Þórs. Já, Hilmar er að renna í sinn síðasta, sjáum hvað hann bæti sig. Já, hann bæti sig 0,077, hann er að... 0,66, þetta er bara sturlaði tíma. Hvað gerir Viktor? Hann er hálfri sekundu fyrir aftan Hilmar. Er hann að fara að bæta sig? Hann var rauður. Hann var blár á hann, nú var rauður. Já, hann var blár á hann. Hann er rauður og það er líka hálf sekunda í hann og frá honum í Hilmar. Hann gæti hugsanlega verið að bæta sin eigin tíma upp úr þessu, en frekar ólíklegt að hann sé að fara að hoppa upp það sem eru alveg rúmið 3. Já, hann náði þess ekki, chicaneinu ekki nægilega vel. Þetta er ekki að gera sig síns mér. En hann getur náð einu hringi viðbót. Hann er náði,
rétt slefar í það. Hann sá síðasti sem er heitur hring. Davíð Adams fjórði, hvað gerir hann? Hann nýbyrjar á hring. Æ, Jóna er búinn. Hann náði að bæta sig, hann fór í 4. sæti. Nei, hann bæti sig ekki, en hann endar í 4. Davíð Adams sýnist mér ekki vel að bæta sig, hann strax 0-2 frá sínu besta tíma á fyrsta hring, á fyrsta tímatökusvæði fyrir göði. Já, nú er allir á síðasta hring. It's now or never. Nákvæmlega. Be mine tonight. Menn með, þeir sem eru, menn eru á heitur hringjum. Já, en flestir eru á rauðu. Já. Sem ég er að hoppa á. Það er ykkur á heitur. Það er ekki ykkur á heitur. Svo hérna. Já, Hilmar, hann náttúrulega er fremstur, hann bara að negla þetta eða? Mér sýnist það. Ég meina, hann er að fara að negla þetta, Jón Þór er ekki að fara að taka annan heitan hring. Nei. Oliver, hvað gerir Oliver? Nei, þetta sýnist mér bara að vera slegið í stein og úrslitin klár og það er Hilmar sem að toppar tímatökunar. Hilmar, vel gert. Já, ég veit að maður átti vonað að Jón Þór myndi taka þetta en Hilmar bara kom, sá að sigraði tímatökunar. Það er bara þetta flott hjá honum. Setti hraðan tíma þegar að þurfti á því að halda og þegar að skipti máli. Já, og fyrir maður að segja þá er náttúrulega jökullinni með Hilmar hérna spá fremstan, Jón Þór og Viktor. Þetta fór þessu jökullin spáði en ekki í tímatökunni, hann var náttúrulega spáð fyrir keppninni. Þannig að hann er með þetta rétt í og Johnny, Jónots, Hilmar, Jón Þór, Viktor og Birthday Boy, Jón Þór, Himmi, Davíð Adams í keppninni sjálfri. Þannig að það er 2 hérna að konu með sem er rétta spár. Ætlar að smella mynda þessu fyrir uppröðun? Já, gef mér þá augnablikk. Ekki málið. Hérna sjáum við töfluna 1.56, 6, 3, 4 og það er Hilmar fyrir BC Racing sem að toppar þessa tímatökur. Rétt fyrir aftan hann, liðsfélagi hans Jón Þór, báðir á AMG. Síðan í 3. sæti er það Viktor, hann keyrir Nismo. Síðan er það Jónair á Ferrari, Davíð Adams, BMW, Thompson 6 á Nismo. Hilli, hann er á AMG í 7. sæti, Oliver er á Renault í 8. sæti og Steini Sveins AMG 9. og Sindri á Nismo eða Nissan GT-R í því 10. og það eru við með þá 10 sem að keppa í kvöld. Og ég er búinn að taka mynd af þessu, nú getur bara að resetta. Já. Hvað veist við með rigningu núna? Nú anda allir djúpt. Algjörlega, nú er að dansa regndansinn. Jóna er, já. Það er að dansa regndansinn akkurat núna, það bara getur ekki annað verið. Það er býtur við. Svo, keppnin. Start klukkan 21. 47, þá hafa þeir 3 mínútur og við 3 mínútur til að setja rigningu. Já. Yes! Nei, Hans. God damn it, Blue Skies. Blue Skies, baby. Hvað segir radarinn? Hefur þetta eitthvað? Ég var að kíka radarinn, það er bara blátt, sko. Illa farið með. Ég skal lifa að klára þessa klukktíma svá. Bongo, bongo. Jæja. Hilli dansar bongo, Hilli dansar bongo. Maybe next time. Herri, þú lætur vita að þið vilt ég lesa upp röðina? Já, við erum bara að bíða eftir í að Sindri skrái sig hérna inn
hann er kominn, Já, já. þannig að við getum byrjað uppröðun. Hilmar, Mr. J og Viktor. Já. Fjórði var Davíð. Nei, fjórði var Jón Ægir Já, og Davíð og svo Toppi. Ok, sjöndi. Hilli D, Oliver. Já, Og svo var það Steini og Sindri. alright, þá er þetta bara komið á hreint. Yes, sir, Bob. Þá er ekki eftir neina bíða heldur en að klukkan slái 47 mínútur yfir 9. Ég ætla að hoppa og losa úr blöðrunni og kemur að vörmurspori. Thanks for the info. Jæja, nú er það bara alltaf erfitt að finna það sem maður þarf að skrifa hérna. Maður ætti nú að vera búinn að læra þetta. Hérna er það good luck, let's have a clean race. Basic. En já, þetta verður eflust hörkubaráttu, sérstaklega hjá fyrstu 3 bílunum á ég von á, en maður veit svo sem aldrei þegar kemur að kappakstri. Þessi fyrsta beygja hefur nú átta til að stríða mönnum. Það er svolítið sérstök ef maður fer inn að leigjana, kemur svona smá hæð. En ég er búinn að setja keppnin í gang, þannig að nú er bara að henda sér að braut og sjá hvort að við fáum ekki hörku kappastur. Hvað er ég að gera? All right. Skrítið angurlega. Jón Þór með gott start. Nær að verja fremri línuna. Hilmar fyrir aftanan. Og Jóna er að reyna að fara fram úr Viktori. Viktor snýst hann að smá. Settur markir á þetta. Það slapp. Já, en hann tapæðir í 5. sæti. Já, sem betur verið samt ekki til sastelina nú eftir. Nei, þetta var ekki svo slæmt. Hefði getað farið verð. Heldur betur maður, þetta verður bara race over, það verður snúið sér. Herðu, og Jón Þór alltaf komið verið fremstur. Já, hann náði alveg hörkustarti, komst fram úr liðsfélaga sínum. Og losaði sig úr draftur og allt, það kom 1,5 sekúndur. En hann startar á medium, hvað er Hilmar? Hilmar startar á hörðum, þannig að... Herðu, það er allir á medium, á hörðu nema Jón Þór. Hann ætla greinilega að vera með strategína Runaway in height og Let them catch me later. Hann þarf að byrja á mediumdækjurum. Hann eini. Óli og Nói 3. Þannig svo Jóna er 4. Og Viktor 5. Hilli 7. Toppi 7. Davíð Adams, Steini Sveins og Sindri. Þetta er uppröðunin á fyrsta ring. Nokkuð snirtileg, smuðul, já, einmitt, nokkuð góð start er núna overall. Nú er að fara að koma að sjúkinni aftur, það er hætta á þessari beygju og síðustu beyginni og fyrstu. Ég er að fylgjast með afturbakkanum. Jóna er með pressu á Oliver. Þeir eru báðir að gera MR bíla með véluna fyrir aftan sig. Og hérna sjáum fyrir aftan þá Viktor með Hilla í drafti. Kjölshaug í góða. Þetta er svolítið mjög breið fyrsta beygjan, menn fara vítt í hérna og gefur vissulega tækifæri til að taka dífu sem að maður hefur nú oft séð á þessari braut. Hilmar aðeins út fyrir en aftur inn á. Þetta slapp hjá honum. Já, hann
náttúrulega skilur sig eðlilega frá hinum ökumönnunum, hann Jón Þór á mediumdækjunum. Gæti verið sniðugt plan hjá honum að fá hreint loft og þurfi ekki að hugsa aðra ökumenn fyrir aftan sig. Það hjálpar oft akstrinum. Það hefur oft verið strategían hjá ökumönnum í kappakstri að ef þú ert í topp 5 á ráslínu að byrja að frekar á mýkri dekkjunum og síðan öfugt fyrir þá sem eru aftar, en svo náttúrulega allur gangur á þessu. Davíð Adams, það er ekki aðteklega að Davíð Adams, hann fór ekki vel út í byrjunni, hann nú í 7. seti, byrjaði 50. Við ekki kannski að bara fara að líta á replay sem ég náði af startinu á fyrstu beginni. Endilega. Gera það snöggvast og ég ætla að setja myndavélina á Viktor til þess að sjá hvað kom fyrir hann þegar hann snerist. Bíddu nú við. Hverju er ég ekki að fá rétt að replay hérna? Þið verður bara fyrirgefa með ekkarleika mínum, en ég líti á vittlust að taka þegar ég gerði þetta replay því að Davíð Adams og Toppi tók fram með Hilla. Hilli að taka dífuna í fyrstu beygju. Herru, fyrsta replayið, það bara klúraðist, fyrst afsökunar á því. Já. Þá bara hendi okkur í baráttuna aftur. Davíð Adams var að taka fram úr, hann tók fram úr Hilla og Toppi elti hann í gegnum framræksturinn. Þannig að Hilli misti 2 fram úr sér. Já. Það byrði ekki vel að mér hérna í á myndavélunni. Fallið fara heill. Já, svona er þetta. Mikið barátta annarsæti líka, það er lítið á milli. En sko, til þess að hleypa hérna smá krydd í umræðuna, er að þykna upp eða? Ég get farið í veðurathuganir, en ég held að fara... Það var blá ský áðan og núna er ekki blá ský, blár heimilhyrgju og nú er allt morandi í gráum skýðum hérna. Ég er farin út. Ég skal fylgjast með, ég er aðtáð núna, ég er í veðurrannsóknum. Ég er komin í veðurrannsóknir. Það er að gerast hérna. Það er hörku barátta hérna annað sætið. Það er, sko, gríðarlega lítið rigning, en það er rigning byrja að láta á sig kræla, en hittir ekki brautina sem stendur. Já. Meiri regnans áhörundur. Já. Ég fylgist með 4 bíla baráttu hérna sem er frá 4., 5. sætið upp í annað sætið. Viktor er 5. fyrir framan hann Jón Ægir, hann er að pressa Óliver og Óliver hangir í honum Hilmari og hérna reyna að menna zigzagga til að forðast draftið. Og svo er haugur að öðrum bílum hérna Jón Ægir, kíkar innan á Óliver og hvað? Það eru góða bremsur að ferrarínum. Tekur innanlega næra útkeyrslunni, þeir eru hnífjafnir. Óliver með innri línu, Viktor að sína sig þarna líka innanlega. Reynir að dýfa sér, tekst ekki, fer aðeins síðan og Viktor græðir á þessu. Jón Ægir ætlar að skella sér innan á Óliver, bremsaði aðeins og sent. Viktor kom vel út úr þessu og þetta endur sýningarvert. Já, algjörlega. Ég nái að marka þetta niður. Ítti pott, þetta er rétt að taka núna. Settu það brá. Sjá hvað gerðist hérna. Hérna sjáum við Jón Ægir bremsa bara og seint og tekur Óliver vítt með sér og Viktor fær 2 fyrir 1. Það var heppni hjá honum, óheppni eða bara mannleg mistök hjá Jón Ægir. Klálega ekki viljaverk. En svona bara gerist í kappakstursstundum. Við myndum flokka þetta bara sem racing incident. Og eittur af því þá var Hilmar, hann græddi á þessu, hann fyrir bara að gefast 2 sekúndur. Þeir voru í skottinu á Hilmari og nú er alltaf Hilmar komið með andrými
algjörlega. Síðan hörkubaráttan í 7. sæti líka. Toppi að pressa Davíð Adams. En eins og staðan núna þá BSIC Racing búin að taka forystuna í liðakeppninni, en þetta nú alls ekki búið, en þetta lítur helviti vel út fyrir þá í 1. og 2. sæti. Nokkuð þjættur hópur hérna alveg frá 10. sæti upp í 7. sko. Það sjáum við þá. Það enginn að reyna að dýfir hérna núna. Steini seint, bremsar seint, fer vít. Ekki vannlegt. Það spurning hvort þetta breytist í bleitsu á braut. Það svolítið svona þokulegt á sömu stöðum. Já, ég var að kíkja því miður ekki rigning á leiðin á brautinu sjálfa. Það slæsar. Ég mun halda frá að fylgjast með því og vera með viðfréttir öðru hvoru. En Oliver ekki búinn að láta Viktor sleppa frá sér. Hann heldur pressa á hann og þetta baráttan 3. sætið. Eins og sagði á hann, Hilmar fékk smá andrými við það að Oliver var tekinn vítt með af hann Jón Ægi, þannig að spurning hvort að þeir tveir hægi á hverjum öðrum, þannig að ná honum síður ef það berjist, eða hvort þeir ætti að reyna að ná honum. Jón búinn að draga á núna í 3 beygum 0,4 sekúndur. Hann að komast aftur í bardagann. Algjörlega. Þetta Þessi Jamie hraðast að ringa, það kemur ekkert óvart, hann inni á medium dekkjum og ekki berjast. Það ekkert sem kemur óvart þegar stendur. En ég reikna með að það muni breytast þegar álíður. Já, það gæti gert það, ekki spurning. Það verður léttari bílum á medium dekkjum, það ekki spurning, þessi tími mun falla. Þetta samt svakalegu tími. Já, góð tími, ekki spurning. Jón kominn núna í drafsuginn. Það að þéttast pakkinn. Þetta orðið 3 bíla baráttan annars. Oliver líka laust fá sætið sitt aftur. Og það eiginlega svona 4 bíla pakki líka fyrir aftan þá. Þetta er 1 og svo þetta 3, 4. Það pakkar á brautinni sem stendur. Þeir að þjappa sér saman hann að öftustu 4, öftustu 5, 6, 7, 8, 9 og 10, öftustu 4. Það að draga saman með þeim þegar þeir fara að keppa, það að taka greinlega fram úr. Ég skal bara fylgjast með ef þú fylgjast með fremri pakkanum, ég skal fylgjast bara, þú lætur vita hvað þú ert að horfa á. Já, hann þjættar í fremri pakkinu eins og þannig að já, þá fylgjast ég bara aftur á pakkanum. Þriðja sætið, fylgjast með henni. Fylgjast með aftur á pakkanum. Já, þetta áhugavert. Viktor sem búinn að vera á róli undanfarið virðist ekki vera með alveg sama peysið og BSIC Racing strákanir. En þetta ekki búið. Þetta hringur 6 af 30. Það getur margt gerst. Pit strategy og margt fleira eftir að koma inn í þetta. Heldur fyrir. Svo menn náttúrulega misræðir á misrum dekkjum, sko. Það eitthvað mikið ævirig. Ég veit að menn ekki svo mikið endilega að æfa sig á hard, en þeir æfa sig meira á medium. Já, það eflaust líka misjafnt, sko. Það sumir sem hardaæfindur, en svo aðrir sem vilja alltaf vera á mjúkudekkjunum. Hardaæfindur, svo aðrir mjúkir. Harðir naglaðir og mjúkir menn hérna að ferð. You said it boy. Algjörlega. En eins og ég sjáu þá Oliver hérna alveg skottinn á hana Viktor og Jón Ægir fylgir þar fast á eftir, þannig að það allt að gerast og gott eður ekki að draga aðeins á hann Hilmar.
Þeir þyrftu helst að vinna saman. Það verður að vera að eyða púðri að berjast. En það auðveldara sagt en gert. Það munurinn í Hilmar. Nei, ég er að rugla. Þetta er bara visual effekt að trufla mig. Hilmar tæpar 3 sekúndur á undan núna. Það var rúma 2 rétt á hann. Þannig að það getur verið blekkjandi auga versus actual tölur. Já. Það er ganska slifið á milli manna hana fyrir aftan. Það er aðeins svona, það er ekkert að frétta sem sagt, þú ert ekkert að skipta. Nei. Sjáum hérna, þetta er ekki auðvitað að breyta að taka fram úr. Ég myndi samt ekki heldur segja að það er neitt sérstaklega slæm, en það eru samt staðir á henni sem að er erfitt að fylgja. Sjá, Jón Ægir hérna fer á utanverði og fram úr Oliver að utanverði. Þetta var virkilega flott hjá honum. Leið og ég sagði að það væri hægt að taka fram úr, þá sýndi hann fram á það. Það er alveg hægt, en það eru vissilega, eins og segi, það eru kaflar sem er erfitt, maður þarf svolítið að fylgja í gegnum, en hún býður alveg upp á aðra staði. Það eru harðir bremsukaflar, breið fyrsta beygja, þannig að það er nóg í boði að menn eru kreatív á bílum. Og gutsy. Algjörlega, við skulum fá hérna endursýningu á þessum framúrastri hjá honum Jón Ægi. Já. Það var eins og að vera smá snertingana fyrir beygina og svo fer hann bara hérna utanverði. Við skulum fá aðra sýningu af þessu frá öðru sjónarhorni og aðeins lengri tímastam. Svona sá hann. Já, hann er bara að vippa sér til hliðar og snertir aðeins bossan á Oliver hana. Svo sem ekkert hættulegt, en Oliver er frekar kurteis, bremsar vel fyrir baugina og af því að hann náttúrulega er að taka þrengri inn í línu, þannig að hann verður svolítið að því að hann þarf að hægja sig meira, hann verður að taka krappar í beygju angul og Jón Ægi nýti sér það bara. Hann hefði getað bremsað seint og tekið Jón Ægi vítt og það hefði enginn sagt hann hefði ekki skulda á hann það og þau væri bara kvittir, en enga síður, svona gerist þetta stundum á brautinni og Jón Ægi er bara strax komin í skottið á Viktori og greinlega hann er að fíla Ferrarín hérna á Grand Prix brautinni á Nürburgring. Byrjar að blikka hann, klassískur Jón. Það veitum ekki að Sindri fyrstu sem fær inn í pit, hann fór inn á 7. hring og fekk sér hördekk. Nei, medium dekk segi ég, þetta er alls. Já. Það er þetta að sjá hvort að hann lætur það að telja. En ég er aðeins bara fyrst með hann núna hálfa hring. Hann er ekkert að draga rétt á Steina Sveins sem er á hörðum. Það er ekki góð sviti. En sko með því að við vorum að tala áðan, þá lítur svolítið út fyrir að eins og við tölum áðan, að hann sé sannlega að spá í hard medium. Já, þá þarf hann að draga á, hann er að keppa, ég er að sko Steini Sveins er fram, hann er á hard og ég er búinn að fylgjast með hann með heila hring og hann bara er búinn að draga sko 0,4. Já. Og ákveður að gera sér góðleik og fá sér penalty. Jón er alveg bara límdur við stöðarinn á honum. Kannski aðeins og snöggur, hann kannski varð að fara úr draftinu því að hann var komin að nálægt honum. Sjáum hérna, nú tekur hann ytri, Viktor ver innanverðu, Jón tekur Svitsarú, en er með ytri í næstu beygju, nær hann að halda ytri línunni, sennilega ekki. Viktor hendur þessu og þá er bara, aðeins og gráður ringjöfinni hana, vippa honum, en Alltaf lagi. það er greinilega hitt í Jón núna, hann vil vinna sig upp, vera að fíla sig. Ferrari vill fara ræðan en ekki vilja leiða honum. Já, segðu þið. En þetta getur líka að kosta svolítið dekkjaslit að vera laus og nálagt í draftinu, mann hefur ekki alveg sama downforceið að þú ert svona nálagt. Þannig að bílinn er aðeins lausar á malbíkinu sem þýðir meira slit, meiri hiti í dekkin. Sjáum það, hann er svolítið lúsi á honum. Ferrarín er líka mjög snarpur í höndling, þannig að það er nú eitt af því skemmtilega við hann. Jón Ægir er búinn að vera á þessu tímabili, búinn að vera rosalega hraður á tíma, en svo hefur hann líka snúist sér, það er búinn að kosta hann mikið stigum að vera kannski of aggressífur, en það kemur þá með ljós
Það er líka náttúrulega hjálpa honum að klifra upp stigann, en það þarf að vita hvað mörkið liggja og hann er alltaf dansandi á línni sem er bara skemmtilegt. Við elskum svoleiðis kappastur og svoleiðis keppendur. Já, þessi bíll sem hann er á er líka mjög skemmtilegur til að vera í svona baráttu. Hann er lipur og auðvitað skiptum línur á honum, taka switchar úr og hann er með góða bremsur líka upp á að bremsa seint. Þannig að bíllinn segir aggressíft. Hann vill á að keyri sig aggressíft. En enga síður, maður þarf að ráða í afturrendur á hann, það er ekki spurning. Hilmar, velgættu Hilmari. Reynslu bolti, vera lengi að. Herðu, og í stölu orðu fyrir að beint út á gerðugassi. Hilmar? Já, veit að hann náður samt sko að redda í nokkuð vel. Kostaði hann 0,2, kostaði ekki neitt neitt. Ég er límdur við þessa baráttu hérna því að það er varla bíl á milli þeirra. Haldu við það. Það er ekki annars það er eitthvað að frétta. Ég læti bara vita að það er eitthvað að frétta. Algjörlega. Þú komaður hérna inn í, mann ekki hvað beygjan heitir, en þessi beygja er áhugaverð á því leyti að þú getur tekið hana á mismunandi vegu. Þú getur tekið 2 Apex á henni eða tekið hana vítt og langt. Ég persónulega er meira fyrir að taka 2 Apex á henni, þá beygir maður fyrr inn og bremsar seinna og snýr sér hægar og tekur svo næsta Apex á leiðin út, en það er allir gangur á þessu. Tobbi Tómsson búinn að hitta líka, þú ert ekkert að skipta, ég hef bara farið í fréttir. Hann er komin á medium líka og hann kom út frá undan Sindra. Hann mun 1,2 sekúndur þar, en Tobbi er með aðeins með hraða síns mér. Þannig að það er ekki neitt slagur þar í uppsiglingu og það er í þessu tölu orðum að fara úr 1,2 upp í 1,5. Að Tobbi bara er að fara að slíta sig frá. Já. Tobbi er greinlega staðið byrjað að láta dekkin telja. Já, ég held því miður að þessi Jónægið að fara inn. Fyrir að henda hörðudekkjunum, ég sýnist á þessu margir ökumenn vera að hugsa medium hard. Who knows, kannski við einhvern veginn soft líka, en hvað segir þið? Það er allan 2 stopp, Já, þeir sem eru að fara núna, minnstakosti. Ég er ekki ennþá búinn að útiloka einn, allir sem hanga ennþá út á hörðum, eru kandidatir í mínum huga í one-stop. Hvort sem að það sé raunhæfur möguleika ekki, það áttur að koma í ljós, en það má átt að lifa í voninni. Og Jónægir hann er að fylla vel á tákinn. Já, þetta er hægur betur, svolítið. Það er það ekki? Jú. Hann tekur líka af brautinni. Steini Sveins, aftan í hilla hérna. Jónægir er komið til 8. sæti á medium. Hann er langhraðastur af þeir sem eru búin að pitta. Langhraðastur, hann er bara 2,3 undan Tobba. Þeir taka báðir langan Apex single en ekki vafflínuna eins og ég var að tala um áðan. Þess vegna er algengar í línan. Það er að frétta Viktor og Jón Þór fann inn pitt. Já, hann var alltaf að byrja á medium, það kom ekki þetta greina og hann er ekki að fara að taka 19 hringi á hard. Það lítur að vera medium, hard, medium. Já, Viktor að fara í pitnina. Já, ég hugsa það. Þetta er skemmtilegt. Þá er Hilmar að hoppa í fyrsta sætið, einu sem að, ekki eini, en hann er ennþá úti á hörðum. Oliver líka. Hann er komið 5,8 sekúndur á Oliver. Hilmar. Ég sko, já. Nú kemur út, mér skiptir miklu máli, hvar kemur Jón Þór út? Ef Davíð Atlason ætlar að hanga hana úti lengi, er hann að fara að tefja hann? Þetta getur skipt sköpum.
líka, sko. Davíð Adams er að keppa toppbaráttuna, hann hefur engan á að hleypa hann fram úr sér. Nei, Þannig að þeir eru núna að fara að keppa. En það er bara spurning hversu margar hringi Davíð Adams tekur áður fyrir á hard. Já. Ég hugsa svona með það sem ég er að horfa á, og þá finnst mér mjög áhugavert að reyna að taka hard medium sett. Ég er alveg samfannur að það getur keyrt 13-14 hringi á mediumdekkinum. Já, og þá þarf Davíð Adams að halda aftur að Jón Þóri, af því að þeir eru báðir eitt stopp eftir. Þá verður bara Davíð Adams að halda aftur á hann. Nú skildi ég ekki alveg. Að þetta Davíð Adams, ef hann tekur eitt stopp, Já. Jón Þór 2, og Jón Þór búið með annað þeirra, þannig að nú eru þeir basically að keppa. Ef Davíð Adams ætlar að taka bara eitt stopp, þá eru þeir bara að keppa as is. Já, sjálfsögðu. Ég segist, þetta er núna keppnin fyrsta sætið, þetta er bara keppnin sæti á milli þeirra. Þannig að Davíð Adams er ekkert að fara að gefa neitt eftir. Sjálfsögðu ekki. Ef að því keppnu að Davíð Adams tekur eitt stopp. Já, hann er ennþá að keyra úti, þú veist. Já, Ég... þú skilur hvað við. Já, Ef Davíð Adams sjálfsögðu. taka one pitter, þá er hann var bara nátt fyrir aftan Jón Þór, þá er þetta fórskottas. Að sjálfsögðu. Þetta getur orðið mjög áhugavert. Algjörlega. Og náttúrulega Hilmar og Ólafur líka, þeir eru báðir á one-stopper. Þá er Jón Þór, hann er 12 sekúndum eftir Hilmari. Já. Þetta er stórt ef. Þetta er stórt ef. Þetta er, mér finnst þetta að gegja. Þetta er gaman að vita, ekki að vita hvað menn er að gera. Hvað þetta er við að svona, hvað er þetta að fara margar hringi á medium? Er ekki bara 15? Vestalei? Ég hugsa ekki að þeir alveg teikta upp í það að þú veit, sko. Eins og ég sagði, ég prófaði, ég var í lobby á Porsche á fullu tanki og ég keyrði 14 hringi á medium. Vissulega árið pínu hægari síðustu 2-3 hringina, en hérna... Það er bara hard. Það er líka hægt. Þetta er náttúrulega eins og segi, maður sparar helling tíma við að sleppa heilu pitstoppi. Ég taka bara hard, já, einmitt. Það ætti að vera easy. Það verður léttari bíl, hann tekur 2 hringi upp á hard. Og harddekkin er ekki síðri, sko, eftir fyrstu 5. Já, sjáum við að Jón Þór, hann er basically að ná Davíð Adams núna, búinn að fara í bit. Og á eftir að fara aftur í bit, það er spurning hvað Davíð Adams gerir. Hann náttúrulega, eins og segir, það þarf ekkert að víkja, þetta er bara hörku barátta eins og hún er og maður búast við því að hann verji í sitt sæti. En klárlega. Á slitnum harddekkjum versus nýjum. Já. Hard. Við erum sko á 14. hring, þannig að við erum að nálgast hálfa keppni. Hann getur farið bara inn núna næst. Hann er léttari bíl fyrir seinni hlutann. Hann lítur að duga 16. Þetta er mjög áhugavert og tala ekki um það Hilmar og Ólafur fyrir framann. Þetta verður áhugavert fyrir úrvalsdeildina á morgun. Þeir eru örugglega að horfa á þetta og sjá hvernig það spilast úr þessu. Með miklum áhuga. Algjörlega. Davíð það bara að halda aftur á honum. Jafnvel bara þennan hring. Þetta er gíska. Hann tekur bara hard aftur 16. Jó, hún langar svo mikið. En Davíð satt til þess að opna ekki dyrnar fyrir hann. Plantar á miðri braut, vel gert. Já. Planta sér á réttum stað til að Ekkert svinnir í, ekkert eitthvað last minute swing. Hann plantar sér bara réttum stað. Akkurat. Og er að fara inn,
Nei, herðu, hann blöfa. Já, betur, hann ekki kominn alveg, já, ég var að misskilja hvað hann var á brautinni. Þú varst að horfa á Oliver, eða? Nei, ég var bara að misskilja hvað hann var á brautinni. Þeir eru alltaf báðir að kalda bílum að... Já, ég sá bara, mér fannst þetta að vera síðustu chicane sem maður plantaði sér í. Já, Davíð ver snildarlega, gefur ekki færi á inni línunni. Já, ég held að væri þarna, sko. Nú, góði exiti hérna, Jón Þór kom inn í línuna í næstu beygju, sennilega komið með þetta núna, Davíð fer vítt og Jón Þór komið fram úr. Þetta er 12 sekúndur núna í Hilmar. Já. Já, þetta er stórt fyrir Hilmar og Oliver. Já, algjörlega. Þeir eru allir definitely one-stopper. Nei, herru, sérðu? Þeir voru svo jafnir, en Jón Þór með inn í línuna. Virkilega flott barða hérna í gangi. Þetta er glæsilega ekkið. Virðing, en á sama tíma að vera að gefa allt í. Algjörlega. Það eru 5,5 sekundur í næsta mann fyrir hann Jón Þór sem er Oliver. Hann er ennþá úti, þarf að sjá svolítið á dekkjunum, en það er nóg eftir að, þú veist, það getur alveg þykir nokkra hringi viðbót þegar hún langar það. Spurning, taka 2 viðbót, jafnvel 3 og taka með þeim. Haha, who knows? Jón Þór, hann er ekki með mikið bensín til að klára á þessu dekkjum. Það er ekki séns að hann hefur tekið þetta. Hann verður að fara inn. Já, það er nokkuð ljóst að hann er allan daginn á 2 stoppum, sko, þannig að hann hefur ekki tekið nema bara fyrir það sem hann þurfti. Já. Þetta verður gríðarlega spennandi. Sjáum dekkjastöðu og bensínstöðu hérna á Hilmari, mjög svipuð á hjá Oliver. Það er alveg... Ég ætla að fylgjast aðeins með aftari pakkanum. Það er smá eftir. Þannig að ég held að sé bara nokkuð deginu ljósara að við erum að fylgjast með one-stopper versus two-stopper baráttu. Nú eru allir úrvalsdeildar ökumenn lítir í skjáinn, sjá hérna í real time hvernig þetta spilast út. En Jón Þór, hann vissulega keyrir hraðar, enda á ferskari dekkjum, er að vinna upp tíma Oliver mjög hratt. Davíð Adams er komin inn, Hilli og Steini, þau eru allir komin inn núna. Já, síðan 3. Gerir ráð fyrir því að fara aftur á hard. Hilmar ennþá úti. Ég trúi, hvað var hann að... Heyrðu eitthvað, nei, ok. Kannski einhver bíl hefur að snúast. Ég er að fylgjast með hvað bílum mennir, eða hvað dekki mennir að fara út á. Það er ekki hægt að taka 14 ringi á medium, þú varst að tala um það, hugsaðlega. Ég ætla að fylgjast með hvað menn fara út á úr pittinum, halda áfram að fylgjast með á braut. Það er allavega hægt á Porsche. Menn eru að fylla okkur að stútsetla bíl. Það þarf greinlega. Já, ef þú ætlar að... Það er Steini á medium. Hvað fór Davíð Adams á? Hann fór á hard. Já. Steini Sveins á medium. Djarfur og Hilli hard. Og hann keyrir hérna á Keilu. Djöfur. Það keilast hann að helvitis keilan. Þvælast fyrir á brautinni. Það er ekki bara yellow flag. Taka keiluna á braut. Bílið frá Jón Þór í Oliver er komin í 2,2. Það er 8 í Hilmar, það skiptir meira máli. Já, akkurat. Það er mjög áhugavert stat. Sérstaklega... Oliver og Hilmar síðustu að fara inn. Þeir eru að þrauka að fara inn á medium. Ég ætla að spá því. Já, það er einmitt það sem ég er að vona, sko, að einhver... Nú er Hilmar komin inn, hvað gerir hann? Oliver hlýtur að fara líka. Nei, hann heldur áfram. Hann heldur áfram. Crazy driver, maður. Crazy driver, maður. Oliver, hann vildi vera í fórustinni, þó var ekki hennar meitring. Og hann vildi sjá sig nummer 1 á braut, það er nokkuð ljóst. Það er eflaust orðin mjög lúin dekkin hjá hann núna, en ennþá keiranleg.
Oliver er fyrstur, hann er fyrstur í keppni. Hann vildi heyra þetta, hann vildi heyra okkur segja þetta. He asked, you delivered. Herri, þetta er magnað, ég elska að lýsa. Þetta er ótrúlega spennandi alltaf en þó að við séum bara svolítið að sikta þetta út þá hef ég ekki hugmyndu hvernig það mun enda. Nei, þetta er allt opið ennþá og hérna... Já, heldur betur. Og það sem gerir þetta, þeim er meira spennandi, er að hér eru ökumenn ekki á sama strattinu, þannig að það kryddar þetta vel. Það er alltaf skemmtilegt fyrst mér. Þetta er jalapeno. Þetta er hérna Carolina Reaper. Við veitum ekki hvað er að gerast. Nákvæmlega. Bílinn er komið undir sekúndu núna, þannig að... Já, nú líður Oliver farinn. Fjandakoti. Það Hann gerir bara Oliver. hann þarf að halda aftur af Jóþór. Hann á í mesta lagi hringa eftir á bensíni. Hann verður að passa ekki Jóþór fari ekki innanverð á hann því að þá geta blokkir að fara í pit. Já. Það er nú gert annað eins. Já. Sjáum við hérna, ég leiði mér að efast að fara auka hring, hann er svo lítið eftir að bensíni. Nei, hann kemur inn. Já, svo þú var búast. Nú er það bara, fer hann á medium. Það er stóra spurningin. Og fyrir þið sem heimir sittið, ég var rólegur að það er hvergi, sko það eru 4 sekúndur milli manna allsstaðarbraut. Þannig að ekki vera örvænta ef við erum ekki að fylgjast með allsstaðar. Það er lítið fína drætti að frétta en það mun lagast. Nú fyrir að draga til tíðenda. Það var einhver sem að var að... Nei, þetta var pitturinn, sá ég. Þau snúast að braut. Já. Það var að hoppa beint í actioni, en það var ekki. Það er ekki actionbraut, þannig að nú er þetta bara strategía og svo mun spilast úr sem næstu 10 hringi. Sjáum hérna að Oliver er að setja bensín á, skulum fylgjast með honum hvað hann kemur út úr pit og hvað dekka fer á. Og ég er að nutta saman lóðanum. Hann fer á medium. Draumastrati mitt er komið. Ég er að nutta saman höndanum hérna, þetta er svo juicy. Alright. Þannig að nú er hann á medium dekkjum hann sem út er stundið og allir aðrir á braut fyrir þá sem eru fyrir framan hann. Fyrir utan Hilmar eiga eftir að fara í pit og Oliver er 3,6 sekúndur fyrir aftan Hilmar en á medium þannig að hann hefur nægan tíma til að ná honum. Þetta gæti verið spennandi. Hann er 41 sekúndur fyrir aftan Jón Þór. Já, Hilmar er búinn að pitta, hann er alltaf að keyra út til enda og hann er 37 delta. 37,7 delta. Það verður áhugavert. Heldur betur maður. Pitturinn er 32, cirka 33. Þannig að það er... Plus bensín þá væntanlega. Já, fyrir ekki, plus bensín, já. Þetta verður, þetta er stál í stál. Núna er Hilmar bæsir 0,7 inn á öðru sektor, öðru sektor, já. Hann er að láta dekkin tala. Herðu, já, Hilmar er líka með því. Hann er kontenterinn, mér finnst þetta. Hann Oliver. Fór einhvern veginn, ég fannst eins og hann hefði farið að harda á hann, já. Já, svona er það. Bætur sekúndu. Smá misskilningur hjá mér, gott fólk. Það er nú ekki hættulegt. Hvað? Já, hann er alltaf í bara þokkalega góðum málum. Þetta er Hilmar og Mr. Jón Þór. Mr. James kallar sig. Það er, mér finnst þetta að vera keppnið þeirra melli. Það er samt í vítan í beiguna, hann er búinn að gera það nokkru sinnum en brautinu virðist vera alveg sátt við það. Já, þetta er ekki refsing. Já, ólíkt mörgum öðrum brautum þá er þessi mjög
hún fyrirgefur marga staði þar sem að maður getur farið mjög vítt. Jep. Verðu, má sjá, eitthvað baráttur að myndast þegar maður horfir á brautamappi hérna uppi, þá virðist vera bil alls þar á milli. Nú sko að gerast, Jón Þór, hann 1,5 sekúndu á þessum besta tíma. Já. Hilmar að bæta sig. Á medium tímanum sínum, sko. Við renna hérna eins og listan, skoða fleiri keppendur, fyrst engin barátta sem við erum að missa af. Og hvernig fyrir Jón Þór inn? Hann fyrir alltaf inn á soft, eða ekki? Er það ekki? Það spurning. Það var svo soft í fyrsta skipti. Það væri líka gaman. Ég bara hreinlega veit ekki hvað softdekkin endast á þessari braut í marga hringi. Getur... 7? 6? Skilju, hvað ætti Jón Þór að fara á? Hvað ætti að fara aftur á medium? Það fer eftir hvað eru margir hringir eftir og hvað softdekkin endast. Já, ég að meina það, veist, hann núna að keyra góð tími eftir að hard, hann ræður í. Já, í raun og veru. Hann getur auðvitað keyrt harddekkin þangað til að softin taka við. Já. Toppi kominn í pit. Já. Sko, nú ég bara að horfa á Hilmar. Ég að horfa á tíman hans. Ég að hlusta á hljóðið í dekkjunum, í beigunum. Þór á millitíman hans. Já, hann núna fjólblóm. Jón Þór með 10 sekúndur á Jón Ægi sem í öðru sæti. Og hann það bil að þurfa að fara í pit. Það lítið eftir að bensínunni hjá honum. En sjáu þið dekkin hjá honum. Hann á meiri eftir að dekki með bensínu. Ég myndi persónulega að keyra dekkin aðeins lengur, heldur að hann lítur út fyrir að það gera. Ég veit svo sem ekki hvernig Ferrarín aktar á einum dekkjum. Þannig að hann tekir það alveg betur en ég. En ég spurning hvort hann tekir einn í viðbót að koma inn núna hann Jón Jú, hann kemur inn í pit. Og Jón Þór líka komin inn í pit, þannig að ég held að Jón Þór sé að fara aftur á medium. Já, síðast það líka. Ég vonsvikinn. Já. Hvað, vitið þið í spjallinu, hvað hægt að taka marga hringi á soft? Ég borðið við Hilmari, hann núna að fara í enda, þetta bara reysið. Farið borðið Hilmari. Já, við erum komin á Hilmar. Og nú fáum við raunstöðuna. Já. Á kapastrinum, það sem eftir verður þegar hann kemur út, hvað verður hann? Og Hilmar framan. Já, hann með, þetta samt ekki mikið, þetta eru 2,3, 2,4. Og fór ekki Hilmar, og fór ekki Jón Þór á soft. Það tór ekki yfirbót. Já, það spurning, eins og ég segi, ég fór ekki að fara með það, en... Nei, ekki heldur, já, ég er bara að grínast. Ég er bara að grínast með þetta. En nú það Jón Þór heldur betur að láta hendur standa fram úr ermum og láta hverja beygju telja. Hann er alltaf nýrið dekkjum. Sjáu þið samt hvað þessi strötti eru svipuð. Jón Þór stingur af í byrjun út af því að hann á mikil dekkjum, en núna förum við báðir búið með öll pitstoppi sín. Hilmar sem var með pól í tímatökum á undan. Og náttúrulega, skulum ekki gleyma því að Viktor náttúrulega hérna fremstur, en hann á eftir að fara aftur í pit. Hann með 15 sekúndur á Hilmar. Hann fer að soft. Já, hann geti gett það. Það lítur bara að vera. Ólíklegt að 8 hringi. Sem hann á eftir. En sko, einhver meginn má ég sjá, þegar maður Viktor nei, hann komin í pinn núna. Já. Já, ok.
En svo líka ekki glemma Oliver, hann er 3,5 sekúndum fyrir aftar Jón Þór. Já, nefnilega. Og ég var að rúleikernum línuna, það er raunur ekkert að frétta, Steini er rétt fyrir aftan Davíð Adams, en það er 1,5. En keppnin er klárlega fremst, ég skal fylgjast með neðri partinum. Já. Það er vitt að ferða mitt í. Hann kemur til með eiga smá dekkjaforskott á síðustu ringjunum. Kannski skiptir ekkert brjálæðislega miklu máli sem staðan er núna. En sjáum við að sér nánast ekkert á dekkjunum hjá honum Jón Þór sem er á fjólubláum. Þannig að þetta gæti farið að skipta meira máli eftir því sem maður líður á hringina. Þau virðast vera í nokkuð solid. Já, Sindri er bara búinn að yfirgefa svæðið. Spurning hvort að það sé mechanical issue eða eitthvað annað. Það er ekki æskilegt að menn yfirgefa svæðið. Það er gott reglunum með að menn að fara í pit. En svo geta menn að fara afstengs líka eins og við þekkjum manna best hérna í fyrstu deildinni. Það kemur ekki að sök, þetta snýst að við ekki að trufla keppendur, þetta kemur ekki að sök, að við skulum ekki ræða það meir í bili. Já. Hann er að nálgast, bilið er komið niður í 1 sekúndu rúma, þannig að við erum bara að fara að sjá hérna hörkubaráttu, liðsfélagarnir. Wow, Hilmar að slæta, smá út úr braut, missir hann fram úr sér, já, hann gerir það. Við þurfum að fá endursýningu þessu eftir. Þarna voru smá mistök hjá honum, hann misti bílinn í smá slæt sem var til þess að fá smá út fyrir og þetta var allt sem að Jón Þór þurfti til að grípa tækifærið, kominn í fyrsta sæti. Ekki birthday kid? Haha. Birthday kid? Já, nákvæmlega. Það er margir búin að spána sigri í kvöld. Við erum ekki mikið að fylgjast með tjattunni, ég skal bara viðurkenna það. Já. Veistu aðeins kíkja það núna? Já, Gunnar Karelsson segir að softdekkin eru lélega eftir 67 hringi. 67 hringi, það er nú heldur gott. 6 til 7. Jú. Já, spurning hvað Hilmar gerir. Eins og þegar við horfum á æfingar þá fannst mér Jón líta rosalega vel út, en síðan kom bara Hilmar með hennar svaka hraða í tímatöku, þannig að einhvern veginn var þetta ekki lengur augljóst. Og sko, þetta er alveg draumakeppni fyrir Jón Þór, því að Viktor er í 5. sæti eins og það er núna. Þannig að hann endurtekur forystuna í deildinni ef að keppnin myndi stoppa eins og staðinu núna. Og frá því að vera einu stíð fyrir aftan verður hann alveg nokkurnu stíðum fyrir framan. Þannig að þetta er alveg draumareis fyrir B6 Racing og sérstaklega Jón Þór, sem er náttúrulega í titilbaráttunni. Það eru hérna Við erum með spárina, við erum með Jón Þór og Hilmar spá. Það er ekki með alla 3. Herru, við gætum hugsanlega verið að sjá fólkmann baráttu hérna, Steini Sveins og Davíð Adams. Þau virðast vera svona næstir hver öðrum eins og staðinu núna. Já. Dekki á bensínmun hérna, við sjáum dekkinu á Davíð. Það er 6 hringi eftir, þetta er ekkert búið sko. Já, Steini Sveins er náttúrulega á medium dekkjum og meðan að Davíð Adams er að keyra hörðdekki sín núna, þannig að Davíð Adams skrikkar smá til, Steini byrjar að kikka innan á hann. Slá af að Steini hana. Já. Það hefði getað keyrt á hann, hann gerði það ekki.
Það er betra að hafa varan á. Ég sýnist sko eins og staðan er núna, það er þetta spurningum hvenær, ekki hvort. Ég veit. En þú veist... Toppstóðan greiði á þessu. Topp er að draga á núna alveg... Já, hann er í nýjumdækjum. Hann er nú búinn að eiga sigra eina keppni á árinu hann Tobbi og er nýr í GTS samfélaginu og keppið hérna í fyrstu deild og já, hann hefur kannski ekki mikið keyrt brautina eða eitthvað en einhvern veginn hann er nú oft búinn að vera hraðari. Þetta er líka braut sem að kannski sko hefur farið fram hjá mörgum af því að við höfum ekki verið að keppa neitt á henni undanfarin ár sérstaklega. Hún er æðisleg. En já, enga síður hann kom inn átti ég vona að honum aðeins ofar í kvöld. En þetta er svo misjafnt með hvaða brautir fara vel í menn og hvaða brautir gera það ekki. Davíð Adams virðist vera að pikka aðeins upp heysið á móti Steina. Ég hugsa að Steini sé svona komin yfir það að vera með forskot á mediumdekkjunum. Þeir eru orðið svolítið eitt hjá honum. Já, en ekki Tobbi Toppsson. Hann er nú komið skotti á Steina. Sveins. Já. Hann er einnig á medium og þau eru tölvöld betri á honum heldur en Steina, þannig að ég svo Steini þurfi meira að fara að horfa í afturspeilun heldur en að horfa í skottið hjá honum Davíð. Það er bara hannig, sjáum það. Þetta náttúrulega er akkurat það sem Davíð vildi, að fá distraction fyrir aftan sig svo hann geti einbeitt sér að því að skilja sig frá Steina. Erum við nokkuð að missa einhverju aksjóni hann fyrir framann? Ég er að fylgjast með Tobba. Það er ekki, það er 2 sekúndur, rúmlega tæpar. Það er ekkert að frétta basically. Nema eftir þú ert. Akkurat. Viktor er að draga á Jónægi reyndar en við skal fylgjast með því. Það kemur undir sekúndu, þá læt ég bara vita. Er Ólíver eitthvað að nálgast Hilmar? Má vera. Maður sjá, það er 2 sekúndur á milli. Ok, þá var hann eitthvað búinn að nálgast. Já, en Viktor er meira að sækja Jónægi ef eitthvað er. Steini að fara inn í pitt, þannig að það sé bara til búinn. Fyrir soft. Já, ekki. Það lítur bara að vera. Fjandakátti. Það getur ekki annað verið þegar 5 hringir eftir. Það eru, já, það er svona aðeins búinn að sækja á það. Það er samt ennþá alveg 2 sekúndur á milli Ólívers og Hilmars. Jón Þór er bara í góðum málum með rúma 4 á Hilmar. Síðan er þetta spurning hvort að við séum að fara að sjá bara renni yfir töfluna. Stöðuna og það er Jón Þór í fyrsta og Hilmar í öðru, Ólíver í 3., Jóna í 4., Viktor í 5., Davíð Adams í 7., Tobbi Toppsson í 7., Hilli D í 8., Steini Sveins í 9. Tobbi næsti farin aftan á Davíð. Hann er greinilega allar sér fram á Davíð, hann er búinn að ná honum. Enda á hraðari dekkjum, töluvert betri dekkjum eins og staðinu núna. Og Davíð þarf að verjast ef hann fara að halda honum fyrir allt sig. Alveg einbeitir sér að fulla því að verjast. En það er bara so much you can do stundum.
En það er samt ótrúlegt hvað góður varnarastur getur verið erfiður fyrir þann sem sækir. Wow! Þetta var rosalegt. Davíð Adams stökk hérna fyrir okkur. Það er replay. Já, við erum vel að fá þetta aftur, maður. Já. Sjáum hérna. Kemur hérna í þröngu essinn og Fingós. Þetta er náttúrulega bara að fyndið þegar það er svona baggar í leikjum. Þegar bílar hoppa eins og þessu að gormum. Þetta meikar náttúrulega ekkert sens. The real driving. Já. En það er spurning hvort að þetta flug hafi eitthvað hjálpað honum. Það er aðeins búið að auka bilið á milli þeirra. Það er í sekundur rúna að hafa mun nær þegar við settum myndavélina á þá fyrir cirka hring síðan. Já, ég er fyrir með Hilmari og Oliver, það var komið undir 2, en nú aftur komið í 2,5. Þannig að það er ekkert að frétta hérna frammi. Jón Þór að sigla sig heim á afmælisdeginum sínum. Heldur betur. Hann hefur eflaust blásið að kerti og óskar sér að sigra í kvöld og þetta er alltaf rætast. Já. Kertin, helvits kertin, sko. Hann er hann nálgast aftur, hann Tobbi. Komið að atrunni 2. Á móti varnarmálaráðherranum Davíð Adams. Vó, fer alveg út í sand hann að tapa smá tíma. Spurning hvort að segja að reyna of mikið. Skemma fyrir sjálf sér. Já, mitt. Stundum þarf að menna að hægja á sér til að fara aðeins hraðar. Því að maður reynir of mikið þá fara maður að fara litlu mystikinn að telja. Æ, bara fljótt að vera í buxuna. Fljótt að vera í buxuna að bara reyna of mikið. Algjörlega. Við erum að detta í það að það séu 3 hringir eftir. Já, þeir byrja að tegna aftur upp en Viktor byrja að draga á Jónæi. Kom undir sekundu. Skulum kíka svona hvort á það. Það er 1,5 í toppa, þannig að það er minna bil hérna eins og staðan er. Já, ég skal færa mig þá í hinn áttina. Akkurat. Svo er það spurning líka sko hvort að hérna kíka snögt á hérna Hilmar og Oliver. Nei, þau eru ekki nær. Þetta er bara það sem við ættum að horfa. Það er Jónægir versus Viktor. Viktor þarf mikið á því að halda að komast fram á honum því að eins og staðan er núna er Jón Þór að taka heilan haug af stigum á honum. Þetta er kannski ekki mörg stig en þegar það eru bara þessi og ein keppni viðbútt eftir þá er þetta tæknað að heitir haugur af stigum. Já. Það skiptir hvert stig máli eins og staðan núna. Þetta er akkurat comebackið sem að Jón Þór var að vonast eftir og þurfti á að halda eftir þetta svaka rönn sem að Viktor er búinn að vera á. Sjáu þetta, ef þetta væri nú bara 1,5 tími í þessi keppni þá kannski fengjum við rigninguna því að það er að þykna upp aftur. Já. Það verður á játúða. Það var eitthvað dembu á síðasta hring. Það kemur ekki rigning. En mér finnst Tommy Thompson vera bara svolítið að sætta sig við sinn hlut. Við þarfum ekki verið að sækja lengur. Það er búið að vera fast í 1,2, 1,5. Það er ekki svona aggression hjá Toppa, finnst mér eins og var áðan. En Oliver er líka að ná Hilmari. Kom í 0,6. Já, þú ert nú fengist með því. Það er nú skiptið mig mesta máli. Ég skal fara í Viktor og Jónæi. Já, ég var að gæjast hérna á
trackmappið í hægra horninu og fannst þeir vera full náð okkur öðrum og það er greinlegt að Oliver búinn að vera að sækja. Þetta er náttúrulega smá multitaska að Já, þetta er góður. sjá að meina svona útlendingu. Viktor 0,6 en ekkert að gera sig yklegan. Úff, Og Toppi 0,5. Oliver Allt að alveg í gerast. skottin á honum. Hilmar líka, dekkin hans, þau eru orðin svolítið eitt. Hvernig eru dekkin í Oliver? Þau eru skárri, þau eru samt mikið eitt en aðeins skárri. Og það gæti skipt miklu máli því að við erum að renna í síðasta ring eftir smá stund. Það er ekki mikið eftir. Þú er bara að duga að drepast og ég sé að í chatinu eru áhorfendur byrjaðar að setja atkvæði á ökumann dagsins, driver of the day og það er allt frá því að vera Oliver yfir í Birthday Boy Eva Kísindra Jón Þór, driver of the day Dead driver of the day, Jón Þór, já, ég sýnist Jón Þór alveg verið með þetta sko. Við erum komin á síðasta ring. Nær Oliver Hilmari. Það verður hann að sætta sig í þriðja sætið. Sjáum hérna. Nær verður á alla. Hvar ætlar hann að skapa sér tækifærið? Nær hann að setja hann upp. Og það er mikið barða Já, fjórða ég, sæti sko, hann er og sjötta. Nei, bara þeir mistu báði bílinn hann út en Oliver þeim meira en hann náði að bjarga sig, hann tapaði samt alveg 0-3-4 allavega á þessu. Þetta gæti hugsalega verið breykið sem að Hilmar þurfti því að sko hann er klárlega að berjast í dekki sín núna. Bílinn er orðið laus hjá honum. Davíð Arnson, Toppi Toppsson og Davíð Arnson að berjast og í dragkrissi. Þetta er við. Toppi Toppsson. Er að taka þetta? Já. Fylgjast með þessu. Já, mér sýnist þetta að vera að feita út þessi barátta sem mistök þarna. Ég held ég hafi náðum á endursýningu, við skulum sjá, en enga síður. Viktor að pressa Jón Þór. Afmælisbarn dagsins að koma henni í síðustu beina. Sigurvegari dagsins kemur henni í mark og sigrar keppnina. Virkilega vel gert hjá honum. Hilmar heldur öðru sætinu. Jón Þór, Viktor, Jón Þór ennþá með sætið. Viktor reynir hérna Svinsaró en nei, Jón var stökk á línunni. Hann var að hugsa þetta en það bara var ekki pláss og Jón Þór nær þessu. Vá, og Toppi. Já, Toppi kláraði í sjötta. Já. Þannig að við erum að tala sviftingar í stigatöflunni. B-Sick er komið upp fyrir Kalda Racing Team í liðakeppninni og Jón Þór er komin upp fyrir Viktor í ökukeppni ökumanna. Það var geggjareis og til hamingju Jón Þór, til hamingju daginn, til hamingju keppnina. Það sá hvað ég náði endursýningu á hérna. Þetta var geggjað. Það var geggjað. Það vera á réttum ökumanni. Geggjað! Og það sá þetta. Þetta var alveg það rann tíminn frábært. út. Við náðum ekki endursýningun. Ég ætlaði að reyna að sýna ykkur slæti hjá Oliver og Hilmari. En enga síður, hér er engin annar en sigurvegari dagsins, Jón Þór. Frábær keppni hjá honum og vel gert. Í öðru sæti Hilmar, Oliver í þriðja sæti, Jón Ægir fjórði, Viktor í fimmta sæti, Toppi sjötti, Davíð Arnars sjöundi, Hilli áttundi, Steini Sveins níundi og Sindri klárar ekki keppni og er tíundi hér á blaði en fær væntanlega bara DNF fyrir þessa keppni.
Þetta var rosalega keppni. Þetta gerir bara keppni á morgun líka meira spennandi. Það greinilega margar strategíur í boði. Það má deila hvað var best. Það veit að eiginlega enginn. Herðu, ég var að fá Jón Þór í örstugt spjall. Já, því ekki það. Það er mér langar bara þannig að segja bara því líka keppni í kvöld. Það var mikið af mörgum vikstöðum að gerast. Já, Jón Þór, hvað heitir Og Hilmar, Jón Þór til hamingju, Hilmar til hamingju, Oliver, Nói til hamingju. Jóna þetta minni á það að Gunnar, hann mjög öflugur að uppfæra stigatöflunar hratt og örglega á GTS í Æsland. Það mun koma ný stigatöfla fljótlega og þá kemur ljós hvernig hlutinni líti út fyrir lokakeppnina. Góða kvöldið. Góða kvöldið, til hamingju með sigurinn og til hamingju með afmælið. Já, takk fyrir. Þetta meðalið sem að þú beðið í afmælisgjöf að fá einn sigurinn úrbúðing. Já, það er ekki meira hægt að biðja sko. Þvílík keppni og þetta var svolítið spennandi á milli okkar á sitt hvoru strattinu. Já, þetta var eiginlega bara ákveðið eftir tímatökunar. Já, þú voru ekkert búin að negla þetta á æfingum. Nei, við vorum aldrei sammála þetta, þannig að við ákveðum bara að vera ekki sammála og vera þannig. Já. Og hvernig leið þér svona, þú sást aðra keppni gerir annað en þú? Svona, þegar þú varst ennþá úti og þú vissir að þetta að pitta oftar en þeir, hvernig leið þér svona miðbik keppnar? Þetta fyrsta pitstopi var mjög stressandi. En svo þegar ég sá hvað fersk hard voru mikið betri en slitin harda, þá róaðist ég aðeins. Já, nákvæmlega. Þú varst eini sem startaði á medium. Þú tekið hérna strattið Runaway and Hide og Fight Later. Já. En þetta virkaði klálega. Já, þetta kom óvart. Það er bara þannig. Og nú bara ein keppni eftir, þú varst í öðru sæti í stigunum eftir svakalegt run hjá Viktori með einu stigi fyrir aftan hans með 104 stig, en nú kláraði Viktor í 5. sæti, þannig að þú er búinn að svinga svo aftur í þitt favor fyrir síðustu keppnina og hefur nokkuð stig á hann sem hlýtur að vera smá léttir svona Já, maður verður að gera þetta spennandi, sko. Já, klálega, það mikið, það lítur að vera stór gulrót að taka fyrsta sæti á tímabilinu. Já, þetta ég vann fyrstu keppnina og svo þessa, þannig að þetta er jákvæð þróun. Já, þetta samt búið að vera mjög stætt í þér. Þú er búinn að sigra núna 2 keppnir, verið að 3 sinnum í öðru sæti, þannig að þú ert ekki eiginlega búinn að versta keppnin eru 12 stig sem að, þú veist, er nú alls ekki svo slæmt, þannig að þetta er búið að vera frekar stætt í season hjá þér. Já. Já, ég ætla líka fastest lapp á þessari ég ætla að mótmæla þessu. Viktor er búinn að vinna 3 ár í röð og mér finnst Jón Þór verið einmitt að brjóta svolítið keðjuna. Mér finnst það sterkt. Það má ekki hafa allan heiðurinn á þessu, sko. Já, ég bara segja, mér finnst þetta einmitt bara að koma einmitt gott comeback. Þetta segir ekki, ég skulle vera mótmælaðir aðeins. Ég veit ekki eins og hverju þetta mótmæla, sko. En þú sagði að hann var bara að rönni, það er Viktor bara að rönni. Já, en hann er samt búinn að eiga gott rönni í tímabili, búinn að vera á mörgum pódium og allt annað. Ég er búinn að vera aðeins hægar á rönni. En þetta er líka spurningum að tímasett þessi rétt, skilurðu, þú veist, kemur inn og nú er það bara Le Mans. Já. Hvernig lístur þú það? Ég er spenntur tímar fyrir því, og prototypes. Já, þetta verður eitthvað, sko. Verður ekki bara legið í æfingum fram á næstu keppni? Jú, maður verður að gera það, fyrst að staðan er orðin svona. Fresta afmælisveislunni bara án til eftir næstu keppni. Það er bara svoleiðis. Fá sér smá köku í kvöld og svo beint í æfingabúðir á morgun. Herri, ég segi bara til hamingju kvöldið. Já, takk hérlega fyrir. Til hamingju kvöldi og bara sjáumst eftir 2 vikur á Le Mans. Ég segi líka takk áhorfendur, takk fyrir mig Ingi, takk fyrir mig Jón Þór og hafa gott. Takk sem leiðis og við minnum bara enn og aftur á að það er
úrvalsdeildin á sama tíma annað kvöld, en þangað til næst, bye bye.